Gunnar, 3-1 tap á móti Þór, hvernig hvað tekur út úr þessum leik? Það sem ég tek út úr þessu það bara við bara féllum á prófunu, fannst mér. Mér fannst við vera bara pinku litlir í okkur. Mér fannst við ólíkir sjálfum okkur og svo náttúrulega líka þessi 2 mörk í fyrri hálfleik. Þetta náttúrulega bara algjörar gjafir, bæði 2. Aron náttúrulega á að verja þetta fyrsta hana og myndi gera það í 9 og 10 skiptunum og svo náttúrulega þetta mark sem að Raffa fær bara í vöggugjöf hana, það náttúrulega eitthvað rannsóknarefni en þú veist, ég að spila með ungan Hafsend sem að bara já, kannski læri allan að helling eftir þetta atvik en það erfitt að fara 2-0 í hálfleik með á móti Þór fyrir norðan en mér fannst við koma fínt út við gerum virkilega vel við erum að búa til góð færi Aron markmaður þeirra náttúrulega stórkostlega hann bara strax og ef við skorað þar þá hefði þetta verið allt önnur staða og en annars bara þú veist bara fannst mér við bara fail the test bara basically sko. Við vonum bara ekki nægilega stórir í okkur til þess að klára þetta test og í þá 90 mínútur. Davíð fer hérna niður í aðdraganda þessa annars marks. Hvað gerist þetta? Ósáttur við hann hafi farið á þessum tímapunkti niður, ekki bara farið út af það, hvað viltu hann geri? Já sko, leikurinn í gangi og hann að dreipast hann í hendinni og þú þarf bara að stikið þrjú, halda áfram, þá getur boltið verið út af og þá getur þú beðið með aðstoð. Þú getur ekki, þetta ekki bara eins og handbolti eða eitthvað, þú getur bara dottið strax niður og það flauta, skilur. Þannig að það eitthvað sem hann þarf bara að læra og ekki bara hann heldur bara kannski fleiri sem að vissu ekki þessa reglu. En það bara sýnir það að þú þarft að vera með svolítið pung í svona leiki og vera klókur líka og mér fannst bara Þórðarssonir vera bara ofan á þar. Þessi seinni hálfleikur, þú veist þú segir, Aron Birkir vera frábærlega í byrjun seinni, nærðu ekki að banka þangað til að þriðja markið kemur í rauninni? Já, ég meina við skorum hann mark líka sem dæmt offside. Ég get ekki dæmt að ég sé það bara ekki nægilega vel en við þurfum bara að treysta því að það sé rétt og við erum að virkilega banka en við náum bara ekki að vera alveg kannski nægilega klíníski fyrir fram að markið og það hefur verið eiginlega ekki þannig hjá okkur sumar. Við höfum verið mjög klínískir og höfum verið að ná góðum mörkum og líka góðum mómentum, mörk breytarleikjum og eins og segið, ef við hefðum náð þessu 2-1 marki í fyrri hálfleik, eða í byrjun seinni hálfleika þá hefði þetta verið allt annar leikur. Siggi talaði um að Þórsar hafi náð að taka bestu menn í Njarðvíkur svolítið út úr leiknum. Ég held hann sé að tala um Dominik Ratis og Ómar Díuk. Ertu sammála því? Já, þú veist, þeir náttúrulega eru bara að spila mútið góðu leikmönnum líka sko. Þetta ekki kannski að taka út, ég held að þetta bara 50-50 og þetta bara tætt leikur og mikið barátta og ég held að það hafi enginn tekinn einhvern leikmann út mínu liði, þeir voru allir svona frekar hættir þegar þetta gera eitthvað en jú það rétt, þeir kannski þeir gerðu bara vel, það ekki að taka neitt út, þeir gerðu bara vörðust bara vel. Hvernig horfir þetta núna við þér? 2 töp í röð, er eitthvað svona, er brotið smá sjálfstraust eða? Nei, þú veist, það erfitt að segja, við náttúrulega tókum 17 leiki á þess að tapa leik og auðvitað var það náttúrulega bara frábært en það var líka, þú veist, bara í flestum þessum leikjum hefði við meiri sig átt að ná fleiri sigurum heldur þessi jafntefli og oftast fannst manni jafntefli að vera eins og bara tapaleik og það eitthvað svona sem að eins og segjum, svo tapar leik og þú vilt þá bara helst bara spila sig fyrst aftur til þess að right the wrongs maður alltaf það sem leikmaður og maður vildi það sem leikmaður en eins og segi, við fengum alvöru testin og ég meina þetta náttúrulega ekkert auðvelt að koma hingað og ná eitthvað helling út úr en mér fannst það bara, við bara féllum á testinu og vorum bara ekki nægilega stórir. Kom það Njarðvíkingum eitthvað óvart? Hvernig, þú veist, Þórsarar mættu til leiks, kröftugir og mikið læti inn í Boga? Nei, ég meina þú sér bara, það var bara algjör stemmingina fyrir framan og bara frábær þrós bara á Þórsarana og umgjörunina og stemminguna og ég meina eins og ég sagði við leikmennina mína, þú veist, þetta leikir sem þú vilt spila. Þetta ástæðan að vera út að hlaupa í snjó og vera í, 8 mánaða undirbúningstímabilið til þess að spila svona leiki og ég segi, við bara féllum á því testi. Hvað viltu fá út úr síðustu 3 leikjunum? Ég bara sigur, það ekki flókið. Ég bara halda áfram. Ég meina við vissum það að hvort það var fyrir Þróttararleikinn eða eftir Þróttararleikinn eða fyrir Þórsararleikinn eða eftir Þórsararleikinn, mótið ekki búið. Alveg saman hvort við vinna eða tapa eða whatever, það hellingur eftir og við vitum það að það getur margt breyst í þessari deild og þetta náttúrulega ein ótrúleg deild sem allir geta unnið all og við mættum ekki í dag og okkur var bara refsað og það bara nákvæmlega staðan.
Takk fyrir þetta Gunnar. Takk fyrir sem